Bjarður, þú varst að klára viðnámshlaup í núna, 5 kílómetrana. Já. Tíminn? 26. Já, frábær tími, til hamingju með það. Takk. Heyrðu, við munum eftir úr hlaupunum fyrir svona 20-30 árum. Þú varst ein af fremstu konunum í hlaupum þá, svo bara dettur út, byrjar aftur núna. Hvað er langt síðan þú byrjar að æfa aftur og hlaupa, að keppa í almenningshlaupunum? Já, ég byrjaði fyrir svona kannski 4 árum. Já, búin að vera, ég var þarna, já, það er rétt, ég byrjaði fyrir, fyrst byrjaði ég fyrir næstu í 30 árum og var í þó nokkur ár, kannski 10 ár í góðu formi. Já. Og þannig líklega best í kringum 30 ára aldurinn. Já. Þannig að svo tókum við svona annar tími, batningnir og annað. Já. En svo byrjaði ég vissi það alveg, þetta var bara svo gaman og skemmtilegt að ég gat ekki hætt og þannig að ég fór að hlaupa fyrir svona 4 árum. Já. Með skokkofnum í hverfinu mínu, Víking. Já. Og þér finnst hlaupin, ég heyri að þú segir þér finnst þetta skemmtilegt, er þetta eitthvað sem þú ert í rauninni bara sem hluta af lífstílnum í dag? Já, algjörlega. Þannig að bæði, þetta er náttúrulega bara einfalt að geta farið út hvar sem er og hvenær sem er og bara gaman og fjölbreytt. Það er þetta að gera svo margt. Já. Og fyrir utan að öll tækifæri, maður þekkir borgina betur held ég og út á landi líka þegar maður er þar að hlaupa. Já. Ertu að taka eitthvað lengri hlaup? Ertu að fara í hálft eða heilt eða eitthvað svoleiðis? Nei, ekki heilt. Ég á það nú eftir. Ætli ég geri það ekki þegar ég verið 50. Já. En ég er mest í 10 bara og hálfu. Já. Já. Ok. Þú ert í skokkhópnum, Víkingshópnum. Er ekki blómlegt starf þar og mikið af fólki sem er að æfa? Jú, þetta er við erum bara, það er einhverju 10 og undir góðri stjórn Fríðu Rúnar. Já. Bara æðislega gaman og góður hópur. Já, félagslíf og allir pakkinn? Já, ég hef aldrei kynnst öðru eins. Þannig að þú mælir hiklaust með því að vera í skokkhópi, það ekki? Já, ég geri það, já. Já, heyrðu, frábært, takk fyrir þetta. Já.